Þá það þriðja mál á dagskrá. Það háskólasvæði, umsókn skipulag og það bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér komin á dagskrá liður 4 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 12. febrúar 2025. En þá var lögð fram að nýju tillaga breyting og deiluskipulagi Háskólans vegna uppbyggingar á stúdentagörðum eftir samráð við umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar. Tillagan lögð fram með minniháttar breytingum á afmörkun lóða og útfærslu göngustíga til að koma til móts við umsögn umhverfis- og mannvirkjasviðs. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagsbreyting þessi verði samþykkt með tilgreindum breytingum eftir auglýsingu. Og hún hér komin til umræðu afgreiðslu. Þökkum bæjarfulltrúi Huldu Elmu Eysteinsdóttir fyrir, orðið laust. Það bæjarfulltrúi Jón Hjaltason sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég má til með að grípa þetta tækifæri þar sem okkar bílakjallarastefna löngu gengin út fyrir öfgar og ég held að væri nú reyndar ekki hægt að slá henni við. Samanber Hagahverfið okkar, hér vinalösa hverfið þar sem varla pláss fyrir gestkomandi, allavega ekki ef hann kemur kerandi. Ég bara bendi ykkur á það sem þarna þetta háskólafólk sérst að gera ráð fyrir. Það eru 5 bílastæði á þetta eru 150 rúmlega íbúða einingar, svo ég reyni nú að koma þessu út úr mér, rúmlega 150 íbúða einingar sem við erum að tala og þeir gera ráð fyrir 30 bílastæðum fyrir þessar íbúða einingar. Þetta var til umræðu í skipulagsráði og mönnum þótti nú heldur langt gengið þarna en létum samt fara í gegn því að einhvers staðar stóð í gögnum frá Fiesta að það væri ef allt þryti og kæmi í ljós að þetta væri illa af stað farir að þá væri hægt að fjölga bílastæðum. En með ólíkindum það að forráðamenn stúdenta, þeir ganga enn lengra en við í bæjarstjórn Akureyrar að fækka sem allra mest bílastæðum, sem reyndar nokkuð sorglegt og ég skil ekki að okkar norrlendingar skuli vitna aftur í sunnlendinga, starfsbröðu sína þar og segja að þaðan komið þær upplýsingar þetta dugi fullkomlega. Þar sem ég veit að í Reykjavík að þar eru stúdentar að flýja úr vissum stúdentagörðum einmitt vegna þess að þeir komast ekki þar að með sína bíla. En allavega, mér langaði bara til að vekja athygli á þessu og segja það að þetta var samþykkt í skipulagsráði vegna þess að við sáum einhvers staðar þetta getið að það mætti fjölga þeim þegar kemur ljós að þetta væri algjörlega ómögulegt og glatað. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Jóni Hjaltasyni fyrir, orðið laust. Ekki fleiri hvað til hljóðs. Og lesi bókunna bæjarstjórn samþykki deiluskipulagsbreytingunum með tilgreindum breytingum eftir auglýsingu. Þau sem samþykkja. Það eru allir.